Góðan og blessaðan daginn og velkomin í podcastið mitt, podcastið með Lindu P. Nú, ég nýbúin að vera með ókeypis 5 daga námskeið sem heitir Árangurskóðinn og í dag þá ætla ég að leyfa að hlusta af upptöku af fyrsta deginum. Þetta var 5 daga námskeið og þetta sem sagt dagur 1 þar sem ég var að kenna árangurskóðan og ég kom með aðra sýn á vandamál. Þannig að þetta farðu að hlusta á í dag og það er búið að vera mikil ásókn núna inn í LMLP-prógrammi mitt og nú er opið fyrir skráningar í vinsæla LMLP-prógrammi mitt. Það er hlekkur hér fyrir neðan ef að þú vilt skrá þig en þúsundir kvenna hafa farið í gegnum LMLP-prógrammið og umbreytt lífi sínu. Og það eru konur sem ákveða að skipta út hversdagslegri tilveru fyrir eitthvað stórfenglegra, að fylgja löngunum sínum á þrám eftir að hafa árum saman sætt sig við líf sem var ekki eins og þeim langaði að það væri. Þær fóru að elta drauma sína í stað þess að bíða eftir að hugrekkið myndi bara banka upp á hjá þeim eitt góðan veðurdag og þær hættu að reyna að heilla aðra og fóru þess í stað að njóta þess að heilla sjálfa sig. Að segja nei við því að láta enn einn mánuðin, vikuna eða daginn líða án þess að ánægja, gleði og tilgangur væru við völd. Þannig að þetta er það sem að þær hafa valið sem að koma í LMLP-prógrammið til mín og þetta er eitthvað sem að þú getur líka valið, mín kæra. Og mundu að mikilvægasta sagan sem þú munt nokkru sinni segja er þín eigin saga. Þannig ég mig langar að spyrja þig, ert þú tilbúin að endurskrifa þína sögu og líka hvers vegna ekki þá bara hafa hana alveg stórkostlega. Þannig að þú getur skráðið núna inn í LMLP-prógrammið, valið annarkvort mánaðar eða áskrift, þetta er algjörlega valið, en það hefur vissulega ákveðna kosti í för með sér að dempa sér í áskrift, veðja bara á sjálfa sig og bretta upp ermar. Nú aðildin þín í LMLP, hún felur í sér að það eru 4 hópfundir í hverju mánuði, þar af einn VIP-fundur, við erum með glænýtt æðislegt samfélag á lokaðri síðu þar sem þú fær stuðning, innblástur og tengsl við aðrar konur sem eru á sömu vegferð. Nú svo erum við með sérstakann innri vef og þar er aðgangur að námskeiðum og upptökum af fundum sem þú getur horft á bara alla daga og hvenær sem er sólarhringsins, bara þegar þér hentar á samt allskynsverkfærum, vinnubókum og efni sem að stiðu við vegferð þína. Nú við erum með notendavænt smáforrit fyrir símallinn svo þú hafi bara LMLP með þér í vasanum hvar og hvenær sem er og svo hefur þið möguleika á að uppfara í VIP aðild þar sem er meira efni, dýpri vinna og aukalegur fundur á mánuði. Þú kemst inn í VIP aðild með því bara að skráði strax í ársaðild. Þannig að það er komið tími núna til að hætta að láta sig dreyma bara æðislegt líf og fara að skapa það sjálf. Og það gerist þegar þú uppfærir sjálfsmynd þína og það er einmitt það sem við gerum í LMLP-prógramminu. Af því að þegar þú breytir sjálfsmyndinni, þá breytir þú lífið þínu og þegar þið líður betur, þá lifir þau betra lífi. Þannig ég hlakka til vonandi að taka mótir inn í LMLP-prógramminu ef þú ert nú ekki þegar þar og fá að vera mentorinn þinn og lífsþjálfi. En gjörðu svo vel að hlusta á dag 1 í árangurskóðanum, þar sem ég kenniði kóðan og ræði við þig vandamál. Og svo langar mig að taka það fram að nú er ég búin að gefa út vikulega ókeypis þætti í rúm 5 ár hér í podcastinu með Lindu P. Og ég hef tekið þá ákvörðun að héðan í frá þá munu þessi þættir koma út aðra hverja viku þar til ég ákveð eitthvað annað. Þannig við heyrumst aftur hér eftir 2 vikur en njótu þess að hlusta á þennan þátt og svo bara hlakka ég til að hitta þig hér aftur. Þú ert að hlusta á podcastið Lífið með Lindu P. Ég er Linda P. Linda er master lífsþjálfi. Í LMLP-prógramminu eflir hún konur til að slappa á sjálfstýringunni, uppfæra sjálfsmyndina, fjármálin og lífstílinn svo að besti kafli lífs þeirra geti hafist. Komið sælar, góðan og blessaðan daginn og velkomnar á árangurskóðan. Við verðum hérna nokkur 100 konur saman og það verður æðislegt hjá okkur, við skulum bara ákveða það strax. Og takk fyrir að gefa mér auka viku til þess að jafna mig. Ég kom heim til Íslands og nældi mig bara í mjög slæma flensu. Ég kom heim áramótin. Þannig ég þurfti að fresta árangurskóðanum. En hér erum við mættar 14. janúar 2026, hressar og kátar
og tilbúnar í að gera árið 2026 að besta ári okkar fram til þessa og við ætlum að ná varanlegum árangri stelpur og það ætla ég að kenna ykkur hér á þessu 5 daga námskeiði. Þannig að við erum hingað mættar til þess að búa til varanlegar árangur því að við svona í upphafi árs þá kunnum við nú allar að það ekki að setja okkur markmið, förum að krafti inn í árið og svo bara oft svona kannski í lok janúar, ég held mér að segja einhverja rannsóknir sem sýna það að flestir sem hafa, eða svona bróðurparturinn af þeim sem að fara á fullu inn í nýtt ár, ég held að segja, það ekki margir dagar, allavega ekki lengri en fram í meðan febrúar þegar flestir eru búin að gefast upp á markmiðunum sínum. LMLP-konurnar mínar, þær eru ekki þannig þegar þær kunna aðferðina og þið hinar sem eru hérna líka núna, þið munu læra hana hjá mér. Þannig að ég ætla bara að segja ykkur strax að ástæðan fyrir því að ég er að bjóða upp á þetta 5 daga námskeið með mér núna er svo að ég var að opna fyrir skráningar núna á þessari mínútu inn í LMLP-prógramið mitt. Það er lífsþjálfunarprógram og það er yfirleitt ekki opið inn fyrir í skráningar kannski svona 2-3 ári og ég verð með opið núna meðan við erum á árangurskóðunum. Og svo er bara lokað. En ef ykkur líst vel á, þið sem er ekki hjá mér nú þegar, ef ykkur líst vel á það sem ég er að kenna ykkur hér, þá vil ég koma inn í LMLP og halda áfram. En áður við byrjum, þá ætla ég nú að eins og við gerum vanalega, við drögum hérna, við erum með lífsspilin, við notum þetta alltaf, þetta eru fullyrðingar og spurningar sem við drögum að morgni dags, þegar við erum að vinna svona í sjálfsmyndinu okkar og við skrifum þetta í dagbókin okkar. Nú ætla ég að draga þetta spil, skrifið þetta hjá ykkur og svarið þessu fyrir ykkur. Já, herðu, það eru 52 spil hérna og ég segi ykkur hvað ég dró. Talandi að við erum á árangurskóðanum. Og þið verður að afsaka ég ennþá með smá hósta. Spilið sem ég dró er hvernig skilgrein ég farsæld og árangur. Hvernig skilgrein ég farsæld og árangur. Þetta er heilt fullkomna spil inn í það sem við erum að fara að læra núna árangurskóðan og það er einhvern veginn bara með lífsspilin, maður dregur alltaf spili sem maður þarf á að halda hverju sinni og lífsspilin er hérna vara sem er hægt að fá á síðunum minni. En eins og ég sagði, ég er að halda þetta til að opna dyr fyrir ykkur að öllum möguleikunum sem að býða ykkar, þannig að þið hafið trú á ykkur og ég ætla að opna fyrir þá trú þessa 5 daga, við ætlum að gera þetta æðislegt. Þannig að ég ætla á þessum 5 dögum að sýna ykkur hvaða er sem ég kenni inn í LMLP-prógraminu og LMLP það er bara skammstöfun á lífi með Lindu P. Þannig að þetta verður svona sýnisott fyrir ykkur núna í 5 daga hvernig lífsþjálfun virkar. Ég er lífsþjálfi, ég er master lífsþjálfi og ég er sjálf búin að ná gríðarlega miklum árangri síðastliðin ár með því að temja mér þessi fræði og þetta sem ég er að fara að kenna ykkur hér. Þannig að í dag þá ætla ég að kenna ykkur kóðan og útskýra fyrir ykkur hvernig þetta virkar. Ok, þannig að í dag þá förum við yfir árangurskóðan. Ég ætla að tala vandamál fyrir ykkur. Og ég var einmitt að tala það á fundi núna í vikunni við LMLP-konurnar mínar. Við erum oft svo hrættar að tala vandamálin okkar og til dæmis eins og svona í lífsþjálfun þá hefum kannski ekki þorað að koma að fá þjálfun að því við erum hrættar við hvað öðrum finnst okkur, við erum hrættar við að vera dæmdar. En ég sagði þeim einmitt núna í vikunni, þeir eru annars að hugsa vandamál þegar ég var ákveð hvað ég ætlaði að kenna ykkur. Það er bara, ef þið hugsa það er í raun og veru aldrei einhver ný vandamál. Við erum allar að díla við svipaða hluti, það er bara mismunandi útgáfur af vandamálum sem við erum að fara í gegnum. Er þetta ekki yfirleitt vandamál sem að snúast samskipti, annað fólk, hvað okkur finnst okkur sjálfar, peninga og heilsu. Ég held að þetta sé svona helsta sem að við erum yfirleitt að díla við og það er bara alls kyns útgáfur af þessum vandamálum. Þess vegna er ég að segja við ykkur, verið ekkert hrættar að koma og fá þjálfun því að við tengjum allar við þetta á einhvern hátt og okkar útgáfa eftir kannski aðeins frábrugðin, þá erum allar að díla við það sama. Þannig að í dag þá ætlum við að tala vandamál, á morgun ætla ég að tala valdeflingu og ég ætla að kenna ykkur að valdefla ykkur og ná valdinu til ykkar því að það mun náttúrulega bara skapa betri líðan. Dagur 3, hvað erum við? Það er miðvikudagur í dag, á föstudaginn ætlum við að tala peninga, á laugardaginn tilfinningar og sunnudaginn þá ætlum við að tala varanlegan árangur og hvernig þið náið honum.
Þannig að eins og ég sagði, ég persónulega búin að skapa mikinn árangur í mínu lífi og ég ætla að kenna ykkur það núna, hvernig þið getið líka gert þetta, að því mér finnst svo mikilvægt að þið kunnið þetta. Og það skiptir líka miklu máli og vonandi kemur það upp núna með þessari vinnu, að þið vitið hvað þið viljið og hvernig þið ætlið að skapa það. Og þið munu læra aðferðina líka við að líða betur og til þess að minnka vanlíðan. Við viljum allar minnka vanlíðan og erfiðar tilfinningar. Ég ætla að kenna ykkur aðferðina til þess að læra að líða betur. Þetta munu læra hjá mér núna allt á næstu 5 dögum. En nú skulum byrja. Fyrir 10 árum síðan, þá var ég gjaldþrota og einstæð móðir. Ég hef alltaf verið einstæð móðir, alveg dóttur mína upp ein. Og ég alveg ófeimin að tala þetta að því að mér finnst mikilvægt að þið vitið að ég búin að fara í gegnum afsakið orðbragðið allan andskotan, allskyns verkefni í lífinu, en ég komin hingað að því að ég gefst ekki upp, að því ég gera þessa vinnu. Og þegar ég var gjaldþrota fyrir 10 árum síðan, þá þurfti ég að horfast í augu við það að lífið sem ég hafði byggt fram að því, það var bara hrunið. Og það sem að breytti öllu, það var ekki bara að ég væri með einhverja betri áætlun, einhver betri plön hvernig ég sæi framtíðina mína, þó að það sé vissulega mikilvægt og það var ekki meiri bjartsýni, heldur það var ákvörðunin að taka fulla ábyrgð á sjálfur mér og byrja frá þeim stað sem ég var stödd á þá. Þannig að ég lærði líka og búin að læra þessi ár þar sem ég búin að vera að starfa við þetta. Við erum núna 7. árið með LMLP-prógrammið og það alltaf að breytast og við erum að endur skapa það og koma með nýjungar þar og það gerir ég bara samhliða þeirri vinnu sem ég að gera sjálf því að allt sem að ég kenni ykkur, ég búin að fara í gegnum það, ég bara nokkrum skrifum á undan ykkur. Þannig að ég hef lært að árangur, það ekki bara heppni eða tilviljun, það afleiðing af því hvernig fyrst og fremst, skref númer 1 að það hvernig við hugsum, hvernig við bregðumst við allskyns aðstæðum í líf okkar og hvort við stöndum með ákvörðunum okkar. Í dag þá ætlum við að tala eitthvað sem að hefur orðið að leiðast stefi hálfgerðu í mínu starfi síðustu misseri og það það sem að kallast tímabil aðgreininga. Og hvað það? Jó, í einföldu máli þá merkir það að við lifum á tíma þar sem að það munurinn á orðum og aðgerðum verður skýrari en nokkru sinni fyrr og það sem að skipti máli og þetta tímabil þar sem að verkin tala. LMLP-konurnar mínar, þær hafa heyrt mig leggja áherslu á þetta upp á síðkastið og ég með podcast átt sem heitir Verkin tala, sem þið getur farið að hlusta á eftir þetta. En þið hafið allar heyrt það og að það rosalega mikið talað bara í heiminum í dag og þið sjáu það líka á samfélagsmiðlum, rosalega mikið alltaf verið að tala að manifesta. Ok, ég ætla bara að segja ykkur hér að ég ekki sammála því. Ég ekki sammála þessu manifesta, við sitjum bara og manifestum allt. En þið vitið náttúrulega, það tala að manifesta og markmið og breytingar og framtíðarsýn. En til dæmis eins og bara í manifesta, því að það rosa mikið í tísku núna, af hverju ég ekki sammála þeirri aðferð? Jú, af því að það talað ok, við ætlum að láta okkur dreyma, við ætlum að sjá fyrir okkur nýja framtíð og eitthvað sem okkur langar að skapa í líf okkar. Frábært, ég öll fyrir það. En það ekki nóg að halda að þú bara sjáir þetta fyrir þér, setið svo bara með krosslaða fætur upp í sófa og býður svo bara eftir því að bara þetta banki upp á heima hjá þér. Þannig að það sem að vantar inn í þetta ferli, það sem sagt, aðgerðir, sem sagt, að láta verkin tala. Og að því að það nefnilega það að það svo fáir sem að framkvæma. Við kunnum allar að láta okkur dreyma og sjá fyrir okkur nýja hluti, en ég mun hjálpa ykkur að sjá ennþá stærri drauma og stærri hluti sem getur orðið að veruleika í líf ykkar, en það sem að skipti máli að framkvæma og ég manneskja framkvæmda. Við segjum allar að við viljum meira frelsi, aukið sjálfstraust, hver vill ekki bætta heilsu eða meiri peninga, en í raun og veru, ef þið hugsið það, þá þau svo lítið hluti af okkur sem að taka skrefin sem að þarf að taka til þess að skapa þessar niðurstöður.
og það út af því sem ég segi mínar kæru verkin tala, að því að verkið þín, þau segja sannleikann hverju þú trúir og hvað þú ert tilbúin að leggja á sjálfa þig og hvaða framtíð ert þú að byggja. Það er ekki orðin sem að þetta snýst heldur það sem þú raunverulega gerir. Og það er það, mína kæru, það sem árangurskóðin okkar snýst Þannig að árangurskóðin, það er ekki bara einhver falleg orð sem við ætlum að tala eða hugmynd eða draumur. Þetta er kóði sem getur raunverulega breytt lífið þínu og þú getur byrjað að nýta þetta strax í dag. Þannig að árangurskóðin, hann snýst það sem ég kenni inn í LMLP, sem er hugsa, líða, gera, pluss að láta verkin tala. Þannig að hann snýst hvað þú ert að hugsa, hvernig þið líður, hvað þú gerir, líka það sem þú gerir ekki og hvaða niðurstöðu það skapar svo. Og þetta er í hnotskurn hvernig við vinnum með lífsþjálfun. Þannig að við erum staddar á tímabili aðgreininga, það sem að snýstu það að þær sem framkvæma, þær aðgreina sig frá þeim sem að tala bara og sem ætla bara að manifesta. Og þar sem að ábyrgð aðgreinir afsakanir. Við vinnum mikið með vítahring sjálfsniðurrifs og þar eru afsakanir svakalega stór þáttur á bak við það sem að heldur okkur og við förum bara í svona spíral í sjálfsniðurrif þegar við erum stöðugt með afsakanir fyrir hinn og þessu að gera ekki það sem við þurfum að gera. Og þegar þið farið á þessu tímabili aðgreininga og vinna með árangurskóðan, þá verður framtíðin bókstaflega mótuð af þeim sem að gerir þessa vinnu. Að við erum allar með einhverjar sögur. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins myndir sem að margir hafa ekki séð. Hér er til dæmis mynd af mér. Þarna er ég 15 árum yngri en í dag. Sjáiði þessa konu. Þetta er ég í lyfjagjöf á spítala. Ég er með mjög slæmt tilfelli af liðagigt. Þannig að það er allskyns sem að ég hef farið í gegnum í lífinu, en ég hef ekki látið það móta hver ég er. Ég hefði getað tekið ákvörðun, stelpur, að láta þetta skilgreina hver ég er. Að ég hefði getað látið þetta skilgreina að ég þurfti að fara inn á spítala mánaðarlega í lyfjagjöf. Í dag sprauta ég mig sjálf vikulega. Stundum er ég mjög veik. En það sem að ég vinn í til þess að halda áfram, til þess að gefast ekki upp, það er hugsanir mínar og hugsanir mínar mig. Það er mín sjálfsmynd. Takk fyrir öll hjörtun sem þið eru að sýna mér. Þannig að þessi kona þarna, þið sjáið, ég er þrútin, ég er bólgin, ég er niðurbrotin, ég er mjög verkjuð og þið sjáið fingurnar á mér, þeir eru svona tvöfaldir. Þetta er sama manneskja og þið sjáið hér í dag. Ég er manneskja sem að gerst ekki upp og ég er manneskja sem að læt verkin tala. Og af hverju er ég að sýna ykkur þessa mynd? Jú, að því að veit að þeir eru margar þarna sem eru að horfa, sem eru sjálfar með einhver verkefni sem ykkur finnst yfirbugandi og haldið að þið komist ekki frá þeim. En það er ekki rétt. Þið getið allar lært að líða betur og lært að ná meiri árangri. Takk fyrir öll fallegu hjörtun og skilabóðin sem þeir að senda mér yfir þessari mynd. En sem ég sagði, þetta er nú ekki mynd sem að ég hef deilt með mörgum, en mér finnst rétt að þið vitið þetta, að sumir segja, já, Linda, hún er þessum árangri af því hún er svo fræg, að þetta er búið að vera svo auðvelt fyrir hana. En mér finnst ágætt kannski að sýna ykkur, þetta er ekkert búið að vera auðvelt fyrir mig og oft á tíðum jafnvel erfiðara. Það er oft á tíðum erfiðara að vera opinber manneskja og fólk geti til dæmis bara skrifað allskyns legar og ósannindi mann á samfélagsmiðlum, sagt allt mögulegt. En ég trúi því að það sé bara velgengni skattur, að því að fólk hefur ekki áhuga á að reyna að rífa þig niður nema að þú ert að standa upp og þú ert að gera eitthvað og það sér það. Og hérna, ég var einmitt að tala við eina manneski í gær og það var verið að tala svona einelti á netinu og ég sagði einmitt, þykir það líklegt að fólk sem er að skrifa ljótt annað fólk,
að það sé fólk sem að ánægt með sjálf sig, að það sé fólk sem að sé að upplega mikinn árangur í sínu eigin lífi. Tökum bara dæmi. Þykir ykkur líklegt að ópera, og ópera fyrir mig bara sama sem merki velgengni og sterka sjálfsmynd og árangur, frábær kona. Getið ykkur ímyndað ykkur að ópera myndi setjast bara við lyklaborðið og fara að skrifa neikvætt einhverja manneskju? Nei, hún myndi aldrei gera það, af því að hún veit hver hún er. Hún veit fyrir hvað hún stendur og hún veit að, og hún örugglega bara of busy að eyða tíma sínum í að fara að rakka aðra niður. Fólk sem að fela eigin breskleika, akkurat. Þannig að hafið þetta í huga og ég vona að saga mín verði til þess að gefa ykkur kraft og byrundi báða vangi, þannig að þið getið farið og hugsa, ok, finnst að Linda ná þessu, þrátt fyrir allt sem hún búin að gangi í gegnum, þá veit ég að ég geti þetta líka og ég mun hjálpa ykkur, þið sem að vilja fá mig sem mentorinn ykkar og lífsþjálfa, ég mun hjálpa ykkur með þetta inn í LMLP-prógramminu. Þið getið alveg láta ykkur hlakka til þess. Nú, þetta einmitt, mynda mér þarna böguð og veik og mín ánægjan að deila þessari sögu með ykkur. En ég ekki hætt, ég ætla að deila meiru með ykkur. Að því að ég sagði ykkur líka frá því að fyrir 10 árum síðan þá var ég gjaldþrota þegar ég misti baðhúsið mitt eftir 20 ári í rekstri og ég sem eigandi tapaði öllu fjárhagslega. Og það var ansi stór biti til að komast í gegnum sem einstæð móðir. Ég ætla að sýna ykkur núna meira og ég að gera þetta til að sýna ykkur að þið getið þetta líka. Hér ég fyrir 10 árum síðan og þetta saga sem ég deildi nýverið með konunum mínum inn í LMLP og þeim fannst þetta svo mögnu saga að mér langar að deila henni hér með ykkur líka. Þarna ég í kólaportinu með Ísabellu minni, ástinni í lífi mínu, dóttur minni og elsku mömmu minni. Hvað ég að gera? Jú, og af hverju? Af hverju var Linda P. í kólaportinu? Fyrsta lagi þá ég introvert og mér finnst mjög erfitt að gera svona, en þarna átti ég með draum, þarna ég komin nokkra mánuði eftir gjaldþrot, ég átti engan pening, pappa og mamma lánuðu mér pening fyrir mat, ég átti ekki neitt og þarna átti ég með draum að mér langaði að koma mér frá Íslandi, mér langaði að fara í eitthvað annað umhverju því að ekki nóg með það að fara í gegnum gjaldþrot, þá fór gjaldþrotið mitt fram á fjölmiðlum, þannig að það var mjög erfitt, eða fram í fjölmiðlum og maður ekki að svara fyrir það. Þannig að ég átti mig draum að komast til Bandaríkjanna, ég og stelpa mín og stjarna hundurinn okkar, en ég átti ekki pening fyrir flugmiðum. Þannig að hvað gerði ég? Jú, ég tók fötin okkar Ísabellu, sem við þurftum ekki lengur á að halda, og ég fór í kólaportið og var þar heila helgi að selja fötin okkar til þess að eiga fyrir flugmiðanum. Og viti menn, það tókst og við fórum til Bandaríkjanna og byggum þar í nokkra mánuði meðan ég var bara einfaldlega að ná áttum. Hér ég fyrir rúmum 10 árum síðan að selja fötin að mér og dóttur minni til þess einfaldlega að safna fyrir flugmiða fyrir okkur til Bandaríkjanna. Á þessu tímabili, frá því að þetta var, þá hef ég farið alveg á fullt í lífsþjálfunarfræðin og það sem ég að kenna ykkur hér. Ég ætla að sýna ykkur hvað getur gerst þegar við gerum þessa vinnu og þegar við látum verkin okkar tala. Það hér sama manneskja og var 10 árum áður í kólaportinu og ég bara að sýna ykkur þetta, þið getið notað eitthvað allt annað dæmi sem að passa inn í ykkar líf og ykkar draumur þarf ekki vera svo sami og minn. En hér sama kona á seinasta ári búin að leigja sér einkaflugvél sem að ég staðgreiddi og borgaði fyrir. Sama kona og 10 árum áður hafði þurft að selja fötin af sér og dóttur sinni til þess að eiga fyrir flugmiða. Og þetta gat ég að því ég gerði vinnuna sem ég að kenna ykkur. Konurnar mínar í LMLP læra ennþá meira Og ég var ekki bara að leigja mér einkaflugvél, bara gamni mínu. Ég með ráðstefnu fyrir LMLP-konuna mínar, bara þannig að áttu ykkur aðeins söguna bak við það. Við verðum í Madrid núna í maí, þar sem mitt annað heimili en við vorum í Cannes í Suður-Fraklandi í fyrra og það var geggjað.
Þannig hér, af hverju var ég að leigja mér einkaflugvél, manneskjan sem að þurfti að selja fötin sín til að eiga fyrir flugmiða, það var að því að ég var í Portúgal og þið muni kannski að það kom í fréttunum í fyrra vor, þá fór rafmagnið að Portúgal og Spáni og það gerðist þegar Linda Pétursdóttir var búin að tjekka sig inn í flug í Portúgal og ég var að fara að fljúga til Cannes þar sem ég var að halda ráðstefnuna upp á sviði og 80 konur, 80 af LMLP-konunum mínum voru að mæta þangað. Og þá voru góð ráð dýr, lá allt flug niðri, það var ekki séns að fá flug, það hefði tekið mig 18 klukkutíma að keyra á milli og það var ekki alveg góð hugmynd fyrir manneskju sem þurfti að komast og æfa sig upp á sviði og vera hress og kát áður en að ég tækja á móti konunum mínum. Þannig hvað gat ég gert þá? Þá hringdi ég bara í manneskju og sagði, heyrðu, viltu vinsalast bóka fyrir mig einkaflugvél svo ég komist á eigin ráðstefnu. Þannig að þetta gat ég með því að gera þessa vinnu. Og ég að sýna ykkur þetta, svo þið sjáið hvert sem markmið ykkar að það ekki of stórt, þið getið náð árangri með því að gera þessa vinnu og ekki nóg með það að ég hef farið einkaflugvélina, þá fór þessi skvísa líka með. Þetta hún Stella mín sem er 6 ára og hún fór með okkur til Evrópu í fyrra og hún búin að, þið getið fylgst með hann á Instagram, ég með Stella ferðast heiminn og þarna Stella, litla dúllan mín, hún einkaflugvél. Þannig að Stella, mér fannst svo gaman að fá að deila þessu með ykkur. Þannig að svona virkar þetta. Ef þið farið eftir því sem að ég ætla að kenna ykkur hér, þess vegna segi ég, það ekki nóg að manifesta stelpu, við þurfum að bretta upp ermar og við þurfum að gera vinnuna. Og það munið læra núna þessa 5 daga. Þetta var eina stærstu ákvörðunum mínum. Eftir að ég misti fyrirtækið mitt og var gjaldþrota, það var í raun og veru, ég hafði 2 kosti. Það var bara að festast í sögunni og tala það sem að hefði geta verið. Alla draumana mína sem að voru allt í einu bara farnir með þessu. Eða að það var að byrja að byggja upp það sem að gæti orðið og ég valdi þið síðarnefnda. Og ég vona að þið allar sem eruð að díla við eitthvað í ykkar lífi, að þið velji líka það síðarnefnda að byrja upp það sem getur orðið. Það sem ég gerði, ég fór aftur í nám og ég fjárfesti í sjálfri mér og það besta fjárfesting sem ég hef nokkuð tíman gert. Ég fjárfesti í sjálfri mér, ég lærði heimspeki, hagfræði, stjórnmálafræði og lífsþjálfun. Og ég byrjaði svo að kenna öðrum konum það sem ég hef þurft að læra sjálf, að framtíðin sem við þráum, hún gerist ekki bara sjálfur sér með því að leggja fætur og fara að manifesta. Hún eitthvað sem við sköpum meðvitað. Þegar ég ákvaði að fjárfesta í sjálfur mér og fara í nám og skapa framtíð mína meðvitað, það var mitt eigið tímabil aðgreininga. Og ég tók ekki ákvörðuna bara einu sinni, heldur ég þurfti að taka ákvörðunina aftur og aftur á hverjum einasta degi og ég þurfti að láta verkin tala. Þess vegna fór ég úr kólaportinu yfir í einkaflugvélina og það bara myndlíking fyrir ykkur. Þið notið það bara á ykkar líf, svo sem ykkar draumur Þannig að láta verkin tala, að gera þess að vinna, það snýst að við þurfum það snýst seiglu, einlægni og aga. Og þegar við höldum áfram að gera vinnuna, jafnvel þegar enginn að fylgjast með okkur. Og enginn að klappa fyrir okkur. Þannig að við þurfum að taka ábyrgð á okkar eigin lífi þó að væri miklu auðveldara að kenna öðrum Þannig að það eru þessi augnablik litlu augnablikin sem svo mikilvæg þegar við tökum ákvörðunina í hverjum hópnum ætlum við að vera. Ætlum við að vera í hópnum sem að tala bara að gera hlutina eða ætlum við að vera í hópnum sem að lætur verkin tala. Þannig að mig langar vera að spyrja þig, ertu í hóp 1 sem að talar hlutina eða ertu í hóp 2 sem að lætur verkin tala. Og ég ætla bara að segja að þið þurfa ekki að segja mér hvar þið hafi verið. Látið mig vita í chatið, hvar ætlar þú að vera 2026? Ætlar að vera í hóp 1 sem að talar hvað hún ætlar að gera eða ætlar að vera í hóp 2 sem að lætur verkin tala? Auðvitað eru þau í 2. Ég þið mjög svegt ef að vera einhverjar sem ætlar bara að tala. Auðvitað eru þau í liði 2. Ok, þannig árangurskóðin, það leiðin. Við erum ekki að einblína á einkennin, heldur orsakina og hugsanastjórnun, það eitthvað sem ég vil að bara allir ættu að tileinka sér. Og eins og þetta það sem ég vinn með inn í prógraminu, ég með
ég held að yngsta hjá mér sé 22 eða 30 ára upp í áttrætt. Þannig að þetta er vinna sem allir eiga að gera. Af því að ef þið hugsið það eru hugsanir okkar sem að skapa líf okkar og ef við erum ekki að veita hugsunum okkar eftirtekt og lærum að stjórna þeim, þá er mjög ólíklegt að við sem að lifa, að við sem að upplifa að það er bara, hvað ég segi, bara lífsins listisemdir sem að geta verið í boði fyrir okkur allar. Þannig að það er svo miklir möguleikar sem að bíða ykkar, sem að eru í framtíð ykkar með því að gera þessa vinnu. Og ef að þið trúið ekki alveg á ykkur, ég skal trúa á ykkur og ég ætla að lána ykkur trú mína á ykkur. Af því að þið geti gert svo mikla breytingar eins og ég er búin að sýna ykkur bæði á veikukonunni og gjaldþrotakonunni sem að er partur af sögu minni en það er ekki sjálfsmynd mín í dag. Ég segi ykkur þessa sögu til að sýna ykkur að þið getið þetta líka, alveg sama hvert vandamálið í líf ykkar er. Og þetta snýst ekki fullkomnun, heldur bara að auka meðvitund á því hvaða hugsanir eru í gangi núna og svo er svo gott að vita að hugsanir eru valkvæðar. Og árangurskóðun sem ég ætla að sýna ykkur núna, þetta er líka þjálfun í sjálfstrausti en þetta byggir ekki á því að þú þurfir að vera eitthvað fullkomin, en sjálfstraust er allt annað. Sjálfstraust er það að vera örugg með sjálfa sig og hæfileika sína, að vita að þú getur treyst á þig að það sem þú segist ætla að gera, að þú stendur við það og þú hættir að endursemja við þig. Þú ert með eitthvað markmið og bara því þú nennir ekki að gera það sem þú þarft að gera, þá byrjar að endursemja við þig í næstu viku og ákveða eitthvað nýtt og það þýðir þá bara að þú ert að gefast upp fyrirfram að ná árangri. Þannig að sjálfstraustið, það byggir í raun og veru á framtíðinni og ég myndi segja að sjálfstraust væri svona viljinn til þess að gera nýja hluti þó að það geti þýtt að þér muni mistakast á leiðinni og sjálfstraust, það er í raun og veru bara getan til þess að standa með sjálfum sér. Ok, og svo er það kjarninn sem við ætlum að fara á þessum 5 dögum. Þannig að sjálfsagi, hann er byggður á því hvað við erum að hugsa, hvernig okkur líður og hvað við gerum. Þannig að drifkrafturinn á bak við gjörðir okkar, það er alltaf tilfinningar okkar. Þannig að hugsa líða hringrásin sem ég ætla að kenna ykkur núna, hún hjálpa þér til þess að búa til bara spennandi bara spíral í raun og veru í lífinu þínu. Þannig ég ætla að sýna ykkur núna bara hérna þess að á töflunni hjá mér. Þetta er semst árangurskóðin, það er H, L og G sem að stendur fyrir hugsa, líða og gera. Og svo er hérna einhver niðurstaða. Þannig að þetta er kóðin sem við ætlum að vera að vinna með núna á þessu námskeiði og þið munu sjá hann bara hvernig hann virkar þegar við byrjum með lífsþjálfunina á morgun. Þannig að þetta getið þið skráð hjá ykkur núna að árangurskóðin, hann snýst þetta. Hugsanir ykkar og þið læri líka að það er munur á staðreynd og hugsunum. Þannig að við höldum svo oft að það sem að við erum kannski að hugsa og búin að vera veltast í eitthvað sem er búið að vera veltast í kollinum á okkur daga, vikur, mánuði, oft á tíðum, jafnvel bara áratugi, að það eru hugsanir, en við erum búin að hugsa það svo oft að við höldum að það séu staðreyndir. Og munurinn á staðreyndum og hugsunum er til dæmis að staðreyndir er eitthvað sem að allir geta verið að sammála það er þetta staðfesta það í dómsal til dæmis, en hugsanir, þær eru breytilegar og fólk getur verið með mismunandi hugsanir sömu staðreynd. Þannig að við viljum læra að aðgreina staðreyndir og hugsanir, af því að staðreyndir geta aldrei látið ykkur líða á einhvern hátt. Það er alltaf hugsanir ykkar staðreyndina. Staðreynd geti til dæmis verið bara bleikur jakki. Okay. Einhver geti hugsað, vá, geggjaður og litrikur jakki. Önnur geti sagt, vá, hvað er ljótur jakki. Ljótur litur. Þannig að það eru 2 hugsanir sömu staðreynd sem er bleikur jakki og það er hægt að staðfesta það að Linda var í bleikum jakka. Þið sjáu það hérna mörg 100 manns. En svo eru 2 kannski mismunandi hugsanir sömu staðreynd. Þannig ef þið viljið breyta einhverju í líf ykkar, þá þurfum við alltaf að byrja að fara tilbaka í orsökina sem er alltaf hugsun. Þannig þurfum við alltaf að byrja að fara hér. Þannig að þið læri það að þið eru með einhverja ákveðna hugsun hérna og hugsun,
hún framkallar tilfinninguna ykkar, þannig að líðan ykkar. Það er ekki staðreind sem að framkallar tilfinningu ykkar, það er alltaf hugsanir ykkar. Og við getum bara tekið eitt dæmi um það getur verið dauðsfall og dauðsfall eitt og sér, það mun ekki framkalla líðan þína. Til dæmis þegar þú veist ekki um dauðsfallið, segjum að einhver nákomin manneskja hafi dáið í gær og þú veist ekki af því, þannig að þú ert ekki að upplifa einhverja tilfinningar gagnvart því núna, þó að það sé staðreyndin. Og svo fréttir þú af þessu dauðsfalli og það framkallar þú upplifir einhverja tilfinningar, þá er það út af því hvað þú ert að hugsa. Þú getur verið að hugsa hvað þetta sé hræðilegt og fjölskyldu viðkomandi og eitthvað þar fram eftir götunum. Og það er það sem að framkallar tilfinninguna þína. Af því að til dæmis, segjum sem bara ég myndi heyra þessu dauðsfalli, ég þekkti manneskjuna ekki, þá er ég með aðrar hugsanir til dæmis en þú. Þannig að þú getur til dæmis farið í mikla sorg. Ég er ekki að fara í mikla sorg út af þessu dauðsfalli að ég þekkti ekki manneskjuna. Þannig að þetta er bara eitt dæmi til að sýna ykkur munin á hvað staðreind, að það er ekki staðreindin sjálf sem að framkallar hvernig þið líður, það er alltaf hugsunin, þannig að það er alltaf hugsanir okkar á milli. Og þannig að staðreindin er bara hér eftir, svo kemur hugsunin þín staðreindina, það er hugsunin þín sem að skapar tilfinningar þínar, sem eru geggjaðar fréttir, því að þú getur alltaf breytt hugsuninni, þú getur alltaf farið tilbaka og hugsa, þetta er ekki hugsun sem ég langar að halda áfram að hugsa, hún mun bara halda þessari líðan við. Og svo er það líðanin þín, tilfinningarnar, sem eru drifkrafturinn á bakvið þetta hér. Og það er gera, það er aðgerðirnar. Þannig að það er alltaf tilfinningar þínar sem eru á bakvið aðgerða og hvað kemur svo út frá aðgerðum, bæði virkum og óvirkum aðgerðum, það er ný niðurstaða. Og niðurstaðan býr til líf þitt í dag og þetta er árangurskóðinn. Við ætlum að vinna með það núna alla þessa daga. Þið munu sjá hvernig hann virkar í raun þegar ég fer að þjálfa konurnar. Þið getið alla sótt þjálfun hjá mér, þið bara réttið upp hönd til þess að fá aðstoð og þetta er svo ótrúlega magnað. Þannig að munið það að það er ekki staðreyndirnar í lífi ykkar, eins og staðreyndin hjá mér var gjaldþrot og staðreyndin hjá mér voru veikindi. Það er ekki það eitt og sér sem að framkalla hvernig mér líður, það er alltaf hugsun mín. Það var hugsun mín gjaldþrotið, á tímabili bugaði það mig, ég komst alla fram úr rúmi af því að ég var með svo neikvæðar hugsanir það og var að fara í gegnum sjokkið. Svo á einhverjum tímapunkti þá ákvað ég að nota þetta til þess að valdefla mig og aðrar konur eins og ykkur og í dag þá er ég stolt af því að hafa gengið í gegnum þetta, að því ég er með aðrar hugsanir þetta, því ég hugsa, þetta var rosalega erfitt, en ég er að nýta þetta til þess að bæði hjálpa sjálfur mér og þúsundum kvenna til þess að ná að trúa betur á sig og það skapar alltaf aðra líðan hjá mér heldur en gerði þegar ég var að gangi í gegnum þetta. Þannig að það eitt og sér sýnir ykkur líka munin á staðreind og hugsun. Ok, þannig áttið ykkur á þessu. Hugsa, líða, gera. Það býr til niðurstöðuna í líf ykkar í dag og þetta römmum við inn og þetta er árangurskóðinn sem ég ætla að fara með ykkur nánar í gegnum. Aðeins vandamál, að því að grunnorsökin að baki vandamála, það er alltaf hugsun okkar eins og ég var að sýna ykkur. Þannig að vandamáli snýst ekki aðstæðurnar, þessar staðreyndirnar í líf okkar, það er alltaf vandamálið í líf okkar hvað við kjósum að hugsa allskyns aðstæður í líf okkar og það er lykillinn fyrir ykkur að læra. Að því við höldum svo ofta að vandamálið í líf okkar séu aðstæðurnar, séu fortíðin, séu allt fólki sem við höfum enga stjórn á hvað það segir og hagar sér, að það sé tíminn okkar, peningarnir, heilsan, aldurinn, margir líta á aldur sem vandamál, en staðreyndir, munið það að staðreyndir eru atriði sem við höfum ekki stjórn á og það til dæmis, það er annað fólk, það er fortíðin, það er veðrið til dæmis og stundum gleymum við því bara að við getum ekki stjórnað þessu fólki og við getum alls ekki stjórnað öðru fólki, það er svo geggjað þegar við lærum það og bara
ákveðum að hætta að reyna það, því að fullorðið fólk vill ekki láta aðra að reyna að vera að stjórna sér. Þannig að við hættum bara að eyða orku okkar í að reyna að breyta öðru fólki og stjórna og fortíðinni. En þó við getum ekki breytt staðreyndum, þá getum við stjórnað öllu öðru og það er sérst bara hvað við kjósum að hugsa. Þannig að muniði orsökin af niðurstöðunni í líf okkar í dag, það er alltaf þetta tengjana hugsun. Þannig við ætlum að hætta að eyða orku í það sem við höfum ekki stjórn á og fókus á hugsa, líða, gera. Og við sköpum líf okkar náttúrulega með hugsunum okkar og þetta snýst ekki að vera alltaf að hugsa jákvætt, þetta heldur að auka meðvitund, að sjá söguna sem við erum að segja okkur sjálfur og greina hana frá staðreyndum. Og þetta munið þið sjá mig gera í lífsþjálfun næstu daga. Og þið munið ég sagði við ykkur, það í raun og veru engin ný vandamál, þetta bara allt mismunandi útgáfur og það líka að við erum miklu líkari en við höldum. Þannig við þurfum ekki að ræðast það þó að aðrir sjá okkur til dæmis fá lífsþjálfun og ekki festast í skömminni yfir vandamálum, því að skömm, það er tilfinning og það er hún sem er þá orkan á bakvið allt sem hún gerir og gerir ekki og skömm aldrei að fara að skapa góða niðurstöðu í lífinu. Mér langar líka að spyrja okkur, hversu miklu tíma eru það að eyða í ímyndunaraflið ykkar? Og þá er líka svo gott að því ég ætla að kenna ykkur að opna betur á ímyndunaraflið og alla möguleikana sem að býður ykkar, sem að þið hefði kannski verið með einhvern draum, djúpt niðri, við ætlum að opna á þessa drauma, svo ætlum við bara að stækka það alveg helling, við gerum það inn í LMLP. En einu staðurinn ef við til dæmis, það er svo margir sem að láta fortíðina ákvarða hvað þú ert að gera í dag og framtíðina, en ef við hugsum það, þá er fortíðin hvergi til nema í þínum eigin huga. Þannig að þú getur annarkvort valið á töfrasprotaðinn, einblínt á töfrasprotaðinn sem er náttúrulega hugsanir þínar. Þú getur sjálfur sem notað hugan til þess að breyta fortíðinni, af því ef þið líkar ekki sagan úr fortíðinni þinni, þá bara segir þér aðra sögu. Þú ætlar að einblína kannski bara á það sem var gott, þú ætlar að endurskrifa söguna þína og þú ætlar að gera þig að hetjunni og aðaleikuninni í þinni eigin sögu. Þú ætlar að hætta að burðast með einhverja sögu þig og fortíðina sem ekki að búa til það sem þið langar á að búa til í lífiðinu í dag. Þú ætlar bara að losa þig við þetta, af því fortíðinni hún hvergi til nema bara hérna. Þannig að þú ætlar bara að fara að hugsa nýjar hugsanir fortíðina, þá sættustu við hana, þá líður miklu betur og þá ferðu að gera allt aðra og nýja hluti. Af því að tilfinningar þínar fortíðina hafa áhrif á núverandi líðan þína. Þannig að þú getur bara ákveða núna hvernig viltu að þér líði varðandi fortíðina. Anna segir einmitt, ég hef notað ímyndunaraflið og neikvæðan hátt mig sérstaklega, akkurat. Þessu ætlum við að breyta þessu. Og Anna segist, önnur Anna, hún búin að eyða 0 tíma í ímyndunaraflið þessa stundina því miður. Og Ólafía segir, já, hvernig það með aðra og stjórnun, af hverju alltaf svo erfitt að segja nei, láta aðra taka plásið. Það út af hugsunum þínum viðkomandi og þetta vinnum við svo mikið með. Og Jónas segir, engi breyti fortíðinni, bara betri bætum framtíðina. Við getum breytt fortíðinni með því að kjósa nýjar hugsanir, af því að eins og ég sagði, fortíðin hvergi tilnema í okkar eigin huga og við getum bara ákveðið að hugsa nýjar hugsanir hana, þannig breytum við henni, en það sem að skipta mestu máli, þá breytum við hvernig okkur líður og eins og ég sagði, tilfinningar okkar, það er bensínið, það er orkugjafinn á bakvið allt sem við gerum og það sem við gerum ekki og svo það gjörðirnar, muniði verkin, þau búa til nýja niðurstöðu í líf okkar, en aðgerðarleysi gerir það líka. Og líka ef þú tekur ekki ákvörðun meðvitað að gera einhverja breytingar, þá ertu bara að taka hana ómeðvitað. Af því að líka að gera ekki neitt, það er líka ákvörðun. Að bíða, það er líka val. En eins og ég sagði, verkin tala, en aðgerðarleysi gerir það nefnilega líka. Og vandamálið oft ekki það sem við erum að segja að sé að í líf okkar. Vandamálið að við erum alltaf að bíða. Það er sagan sem við erum að segja okkur. Við erum að bíða eftir hvatningu, við erum að bíða eftir rétta augnablikinu, betri aðstæðum, meiri peningum, meiri tíma. Í staðan fyrir, og þess vegna farið tilbaka í myndirna sem ég var að sýna ykkur úr Kólaportinu, í einkaflugvélina, það að því ég búin að gera þessa vinnu.
og sannleikurinn sá að það tíminn sjálfur sem aðgreiningin í líf okkar. Ætlið þið bara að bíða, ætlið þið að halda áfram að afsaka ykkur til þess að lifa ekki bara draum ykkar og þið megið láta ykkur drauma og dreyma stórt og ef þið gerir það, þá geta þessi draumar orðið að veruleika. Og flestar okkar við erum að eyða alltaf miklum tíma í sjálfsefa. Að því við ráðum við allt sem verður á vegi okkar og það eru engar tilfinningar það agalegar að við ráðum ekki við þar. Við ráðum við allar tilfinningar. Þið hafa allar gert það fram til þessa og þið munið halda áfram að gera það. Og ég segi oft við konurnar mína, það versta sem að getur gerst, það sem þið hræðir mest og það sem að halda aftur af ykkur, það alltaf einhver tilfinning. Þið eru hræddar að upplifa einhverja tilfinningu, en trúið mér þið ráðið við allar tilfinningar. Svo lærið þið bara að vinna með tilfinningarnar og taka stjórn á tilfinningunum ykkar, þannig að þær keyri ekki áfram líf ykkar. Og áskoruninni til ykkar í dag, það að við erum allar núna hluti á tímabili aðgreininga. Spurningin til þín bara, hvar stendur þú? Í hvorum hópnum ætlar þú að vera? Ætlar að vera í hópnum sem að bíður, sem að notar afsakanir, sem að talar bara hlutina, eða ætlar þú að vera í hópnum sem að lætur verkin tala? Við höldum áfram að gera þessa vinnu á miklu dýpra leveli inn í LMLP-prógramminu. Við vinnum með sjálfsmynd, fjármál og lífstíl og þið getið skráð ykkur núna, eða þið viljið koma og vera með. Ég segi þetta sé besta samfélag kvenna norðan Alpafjalla og þó víðar væri leitað. En þetta snýst eins og ég sagði seiglu, staðfestu, þið lærið að standa með ykkur sjálfum, þið lærið að standa við það sem þið eru búin að segjast ætla að gera og þið viljið temja ykkur aga. Þið þurfum alls ekki að vita allt og hvernig á að gera þetta. Þið eina sem þið þurfið í raun að vera ákveða bara ok, nú ætla ég að byrja. Ég ætla að taka meðvitaða ákvörðun að byrja, ég ætla að láta verkin tala, ég ætla að nýta mér árangurskoðun eins og Linda búin að nýta hann til þess að fara frá kólaportinu yfir í engaflugvél, yfir að vera fárveik í lyfjagjöf, yfir að lifa draumalífinu í dag. Ég að lifa mínu bara draumalífi, ég að hjálpa konum alla daga við að bæta líf sitt og ég bæti mitt líf líka. Ég starfa sem lífsþjálfi, ég get unnið hvaðan sem í heiminum, ég með annað heimili í Madrid, ég verður örugglega með annað heimili einhversstaðar annar staðar eftir nokkra mánuði, ég fer bara þangað sem ég langar að vera. Dóttir mín, hún í háskólanámi, þetta elska í London og ég fer oft og heimsækja hana þar, ég með frábært heimi í fyrirtækinu hjá mér, þannig að lífið leikur svo sannarlega við mig, en það hefur ekki bara gerst það bara af því að. Það gerist að því ég að gera þessa vinnu sem ég að kenna ykkur og trúið mér, ef að ykkur langar, þið viti að lífið, það eitthvað meira þarna fyrir ykkur, komið og verið með mér og mörg hundrum öðrum konum í að gera þessa vinnu. Þetta svo gífurlega gefandi og sjáið draum ykkar, hvað langar ykkur að vera staddar eftir ár og trúið mér, þið munu komast þangað með því að gera þessa vinnu. Og Sólveig segir, loksins náði ég þessu með fortíðina. Ný hugsun, ég hef verið ótrúlega sterk í gegnum öll árin. Þess vegna ég það sem ég í dag. Bravo, akkurat, svona breytum við fortíðin okkar með hugsunum okkar. Og Þóra segir, varðandi LMLP, þá hef ég aldrei fengið eins mikið fyrir nokkurt einasta mánaðargjald. Takk Þóra mín. Já, LMLP-prógrammið, það allt á netinu, þannig að það skiptir engu máli hvar í heiminu þið eruð. Við erum með 4 svona live-fundi á mánuði og ef þið getið ekki komið live þá alltaf daginn eftir getið hort á það á innra vefnum okkar og það fullt af geggjuðu efni þar til þess að gera þessa vinnu. En ég ætla að draga fyrir ykkur spil og aðeins að segja eitt við ykkur svo í lokin. Nei, ég ætla að taka hér. Ég held að þetta sé spilið sem við þurfum. Já. Sko, við fáum alltaf spilin sem við þurfum og lífsspilin þið getur keypt þau hjá okkur ef þið viljið. Ég verðug ástar, velgengni og hamingju. Og þetta spil, þessi staðhæfing, hún passar 100% inn í árangurskoðun. Því þetta ný hugsun sem að hugsar, sem að býr til nýja tilfinningu og þá koma gjörðir í kjölfarið og þannig skaparu nýja niðurstöðu sem að konan sem að upplifa velgengni í lífi sínu. Þannig að við ætlum að læra þetta
og við ætlum að byrja strax í dag að láta verkin tala og með þessari aðferð þá sköpum við varanlegan árangur. Nú klukkan á slaginu 1, þannig að árangurskóðin búin en ég ætla að vera hérna í nokkrar mínútur í viðbót og svara spurningum ef þið hafið einhverjar spurningar fyrir mig og svo sjáumst þið aftur hér á morgun klukkan 12 og þá sjáuð þið, þá komið þið með ósk eftir að fá lífsþjálfun, ég ætla að kenna ykkur aðeins og svo fer mest tíminn í að fá lífsþjálfun hjá mér. Takk fyrir frábæra fund, takk sömuleiðis, takk fyrir að mæta og vera hérna með mér í hádeginu. Ég vona að þið hafi fengið hvatningu og ég hafi náð að opna aðeins á nýjar hugsanir hjá ykkur og þið sjáuð að það alveg fullt af möguleikum fyrir ykkur alveg sama hvar þið eru stattar í dag og til þess að vera í prógraminu hjá mér þá þurfið ekki að vera með buxurnar niður ykkur, bókstaflega, að því að lífsþjálfun hún fyrir konur sem eru vel fungerandi. Ef að þú ert föst í tráma og mikið í fortíðinni, þá mæli ég með að þú farir og leitið þér aðstoðar hjá fagaðila eins og sálfræðingi eða geðlækni. Ef þú ert vel fungerandi manneskja og vilt vinna með framtíðina þína, komdu þá til mín. Þá kemurðu í LMLP-prógrami og við tökum þetta saman þaðan og búum til alveg glænýja og spennandi framtíð fyrir þig. Takk sömuleiðis, búið að vera æðislegt að vera hérna með ykkur. Ég hlakka til og takk fyrir allar þakkirnar sem þið að senda mér. Og ef þið ætla að gera árið 2026 að árinu sem þið náið varanlegum árangri, þið fáið mig með ykkur til þess að hjálpa ykkur og þið veitir að ég búin að fara gegnum allskyns í lífinu og að lifa mínu draumalífi í dag, þá þetta tækifærið ykkar að skrá ykkur inn í LMLP. Þegar svo loka ég bara þegar við erum hætta með árangurskóðan, þá ekki hægt að skrá sig í einhverja mánuði. Hvenær verður næsta? Við erum núna í 5 daga ef þú ert að spyrja það. Við erum að hittast núna daglega klukkan 12 í hádeginu frá með deginum í dag og 4 daga til viðbótar og á sama tíma ég með opið fyrir skráningar inn í LMLP-prógramið og eftir það loka ég. Hvenær byrja námskeið? LMLP ekki námskeið. Ég ætla að taka það bara fram, heldur þetta aðildarprógram og þetta bara eins og að mæta í rektina. Þá það að byggja líkamann, hjá mér þá erum við að byggja þennan vöðva. Þannig að ef þið viljið ná árangri, þá ekki nóg bara að fara í eitthvað átak í 6 vikur og halda svo bara þessu búin að ná þessu og eru bara hættar. Ég sjálf stöðugt í þessari vinnu. Vikulega ég með einkatíma með mínu lífsþjálfa, mínu business-þjálfa líka og ég alltaf að gera vinnuna sem ég kenn ykkur. Þess vegna ég búin að ná öllum þessum árangri í mínu lífi og ég vil hvetja ykkur til þess að breyta hugafar að þetta ekki eitthvað átak, heldur að þetta ef þið viljið halda áfram að vaksa, þá haldið áfram að gera þessa vinnu og þið áttið ykkur á því hvað ég að tala þegar þið byrjið að gera vinnuna, þegar þið komið inn í prógramið til mín, þá sjáu þið bara, já, þetta ekki eitthvað sem ég ætla að hætta að gera og það eru konur hérna sem eru búin að vera margar hjá mér allan tíman og eins og ég sagði, við erum á 7. ári með prógramið og 1000 kvenna búin að fyrir í gegnum það. Ég með á reglu varðandi inngöngu að það lágmarkstími, binditími, það þurfa allar að vera í lágmark á mánuði. Af hverju það? Það að því ég vil ekki fá konurinn sem haldi þessi átak og það ætla að koma inn og gera vinnuna í 6 vikur. Við erum að láta verkin tala. Þið komið inn, lágmarksbinditími 3 mánuðir og það bara til þess að við gefið ykkur tíma til þess að gera vinnuna og upplifa hvað í gangi. En svo þarf alltaf að segja sig úr prógraminu eða ætla að hætta. En þið viljið það ekki þegar að fara að gera þessa vinnu, ég skal lofa ykkur því. Ragnar segir, LMLP ómetanleg gjöflinda að þú og teymið eru allar að gera vinnuna og þú svo sannarlega gerir hana alla á eigin skinni. Ég vildi óska þetta verið kennt í skólum landsins. Ég byrjaði fyrir ári síðan, tæpu. Þú getur ekki séð eftir því að skrá því í LMLP og ekki of hugsa það. Ég held það best bara konundar mín að segja ykkur þetta sjálfar, þannig að margir segir eftir hversu langan tíma getur maður að fara á ráðstefnuna. Bara leið og þú komin inn í LMLP-prógramið, þá getur bókaður ráðstefnuna. Við erum með hana, ég veit ekki hversu oft, við bara ákveðum alltaf að já, það svo gaman alltaf hjá okkur á ráðstefnunni og þá alltaf bara ok, ákveðum við ætlum að gera þetta aftur á næsta ári, þó að ég segi ég vil bara alveg búin á því og bara ég ger þetta ekki aftur, þetta bara brjálu vinna, en það svo gaman og það svo gaman að sjá konurnar mínar uppgöta möguleika sína og sjá hvernig þær uppfæra sjálfsmyndina og þetta bara svo jákvætt og sterkt og kraftmikið samfélag að þær plata mig alltaf til þess að
gera þetta aftur á ári. Þannig að ráðstefnan okkar, framúrskarandi konan, hún bara fyrir konur sem í LMLP. Það bara ákveða sjálfar, heyrðu, ég ætla sko að fara með á þessa ráðstefnu og njóta þess að vera og hafa gaman erlendis með þessum frábæra hópi kvenna. Þannig að þið getið skráð ykkur strax. Og Þóra segir við erum með okkar eigið samfélag á netinu. Já, við erum ekki lengur með Facebook-grúpu. Ég færði núna áramótin yfir á lokað prívat samfélag á netinu þar sem enginn sér neitt að þessu við erum að gera. Við erum farnar af Facebook og við erum með okkar eigið æðislega samfélag sem þið fáið aðgang að. Anna Heiður segir frábær fyrirlestur Linda mín eins og þér einn vant. Takk Anna mín. Anna búin að vera með okkur allavega 2 svar, kannski 3 svar á framúrskarandi. Við erum búin að halda ráðstefnuna 3 svar. Ég vona að koma með aftur til Madrid. Hildur segir takk fyrir mig, ég búin að skrá mig. Komið og verið með þetta frábært uppbyggjandi samfélag, segir Selma. Selma, þú örugglega búin að vera hátt í 5 ár, myndi ég halda. Og Ingibjörg segir, ég í prógraminu og ég kem til með að halda áfram í næsta mánuði ástæðald fæ ég líka einhvertíma. Ingibjörg mín sendu post á skrifstofuna og þú getur uppfært strax í dag. Ég ennþá live, þannig að ef þið viljið fá þennan einhvertíma. Og Helga búin að skrá sig í mánaðaraðild og Fjóla segir frábært, þetta hljómar algjörlega eins og eitthvað sem ég virkilega þarnast. Komdu Fjóla, skráði þig. Frábært. Þannig að hérna sjáu þið farið bara inn á lindap.com og svo bara skástrik LMLP og þið munið að það skammstöfun á lífið með Lindu P. Þar sjáu þið allt þetta dásanlega prógram sem ég svo stolt af og ég elska að vinna með konum og ég vakna spennt flesta daga á að fara í vinnuna mína og fá bara, ég svo þakklátt fyrir að fá að gera þessa vinnu að hjálpa konum að bæta lífsitt. Ég hef alla tíð bara unni með konum og hef verið unni með íslenskum mælandi konum í, hvað það langur tími stelpur? Yfir 30 ár. Og Þóra segir, Sigrún, þú sagðist ekki eiga pening, sparaðu annað ef þú getur, ég myndi semja við bankanum þetta frekar en nánast allt annað, peningurinn kemur. Vá. Takk fyrir þetta, ég held að, og velkomin Hildur Arna, Kata, ég næ ekki að borga mánaðarlega. Ef þið viljið einhverja aðstoð, þá getið líka sendt okkur tölvupóst á skrifstofa@lindap.com. Teymið með að setja netfangið ykkar þarna. En svo líka bara, í hvað erum við að setja peningan okkar? Erum við að panta okkur pizza og kók 2 svar í mánuði? Eða viljum við frekar fara að efla okkur með því að vinna þetta sem að ég kenni ykkur og kannski ná að margfalda þá peninga og fá það tilbaka á einn eða annan hátt. Ég eiginlega nokkuð vissum að geti það flestar. Og Hulda segir stelpur þetta lífstíl sem ég mæli með og netfangi okkar og allt með mig að vera að fara inn á heimasíðuna, Instagram, eitthvað, Linda P, það er alltaf P-E, L-I-N-D-A-P-E og svo er það .com á heimasíðunni. Þórun segir, mánaðargjaldið 2 hvítvínsbeljur á mánuði. Easy choice. Þetta gott. Það er 2 hvítvínsbeljur stelpur eða pizza og kók og sukk og svínari. Já, og svo segir Selma, það getur verið og getur fengið niðurgreitt hjá stéttarfélaginu þínu. Það hafi einhverja konu nefnt það. Já, það er sumar sem að fá það. Og Heiti segir, takk æðislega fyrir mig. Ég hlakka til að koma aftur á morgun. Nú er rauðin komið að mér að taka lífið föstum tökum og fylgja sjálfur mér. Og Gyða segir, ég er búin að skrá mig áskrift, kæra þakki Linda, takk sömuleiðis. Nú ætla ég að láta þessu lokið í dag, mér þykir alveg ótrúlega vænt ykkur, ég elska LMLP-konurnar mínar, vertu ein af þeim, láttu vaða, hættu að nota afsakanir til að halda aftur að þér, komdu og gerð þessa vinnu, ég mun hjálpa þér og þú munt ná varanlegum árangri árið 2026. Takk fyrir að vera með mér hér í dag og ég hlakka til að hitta ykkur aftur á morgun og þá ætlum við að fara í valdeflingu og þið sjáuð lífsþjálfun í beinni útsendingu og þið getið allar rétt upp hönd á Zoom og fengið lífsþjálfun hjá mér. Og Íris búin að skrá sig, innilega velkomnar. Þið fá allar senda tölvupóstleið og þið skráið ykkur með innskráningar upplýsingum og það bara sjáuð þið allt sem býður ykkar. Fullt af tækifærum. Ég segi takk fyrir innilega og við sjáumst aftur morgun. Bye bye. Takk fyrir að vera með mér hér í dag. Lífið með Lindu P. Ég hannaði prógram til þess að hjálpa þér að bæta lífið þitt. Það er algjörlega magnað. Þú finnur það hvergi annars staðar, það virkar
og þú verður óstöðvandi. Lindu þætti mjög væntum ef þú gefur henni 5 stjörnu meðmæli í podcast-appinu þínu. Nánari upplýsingar lífið með Lindu P. prógrammið finnurðu á heimasíðunni lindap.com.